Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 8. janúar 2025 klukkan 16:36. Þetta 863. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Forseti vill í upphafi fundar óska bæjarfulltrúum, starfsfólki Mosfellsbæjar, fjölskyldum þeirra sem og bæjarbúum öllum gleðilegs nýs árs og þakka jafnframt fyrir samstarfið og samskiptin á liðnum árum. Samkvæmt boðaðri dagskrá liggja fyrir fundinum 17 mál en áður en gengið til dagskrár vill forseti leggja til afbrigði frá boðaðri dagskrá. Það að tekin verði á dagskrá fundargerð 287. fundar íþrótt- og tómstundanefndar sem fram fór í gær og myndi hún þá bætast við sem 7. dagskrármál og við bæjarfulltrúa sem að samþykkja þessi afbrigði að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 10 atkvæðum. Einnig vill forseti vekja athygli á að 13. mál á útsendri dagskrá. Það fundargerð 960. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga sem leggja átti fram til kynningar fellur út þar sem viðeigandi gögn höfðu ekki borist tímanlega fyrir fundinn og verður sú fundargerð því lögð fram síðar. En þá liggja fyrir fundinum alls 17 mál eftir sem áður og þar eru þá 7 fundargerðir til staðfestingar og 10 fundargerðir til kynningar. Og við göngum þá til dagskrár og fyrst á dagskrá fundargerð 1650. fundar bæjarráðs sem fram fór 12. desember síðastliðinn og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Hallakarin, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp fyrir máli 1.3 en kannski aðeins áður langar mig bara að segja gleðilegt nýtt ár og takk fyrir það liðna. En mál númer 1.3 rekstrarumhverfi upplýsingatækni Mosfellsbæjar. Mér langaði bara að koma hérna aðeins upp og bara segja að það engar ánægjulegt að segja aðeins frá þessu því að fljótlega eftir við tókum við var farið í stjórnsýsluúttekt með það fyrir augum að bæta þjónustuna enn frekar og gera reksturinn skilvirkari. Úr þessari úttekt komu eins og margir vita ansi margar umbótatillögur og ein af þeim var að fara í að bæta rekstrarumhverfi upplýsingatækninnar. Hér erum við að stíga fyrstu skrefin í framþróun á þjónustu sveitarfélagsins í þessum málum og verður bara spennandi að vera með og fylgjast með í þessari vegferð. Við erum sagt að fara að sameina 4 rekstrarumhverfi upplýsingatæknimála sem við lýði í dag hér í Mosfellsbæ í 1 og móta jafnframt framtíðarsýn í upplýsingatækni þjónustu og kerfisrekstri. Með þessu fyrirkomulagi ætti að verða betri yfirsýn, enn betri þjónusta, sparar tíma fyrir til dæmis starfsfólkið okkar og bætir starfsumhverfi og síðast en ekki síst þau öryggismálin sem skipta mjög miklu máli og upplýsingaöryggi verður bætt til muna. Kannski og jafnvel til lengri tíma litið má gera ráð fyrir að það verði einhver hagræðing einnig í rekstrinum, en það á bara eftir að koma í ljós. En mér langaði kannski bara að ávarpa þetta og segja bara hvað það ánægjulegt að við séum að byrja að taka þessi fyrstu skref. Þannig bara takk fyrir. Takk fyrir það bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Og enginn kveður sér hljóðs aðra liði þessara fundargerðar og þá göngum við til afgreiðslu á henni og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 650. fundar bæjarráðs að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Og annað mál á dagskrá
fundargerð 651. fundar bæjarráðs og sá fundur fór sá fundur bara fór. Já, ég ekki að ná að opna þá fundargerð, en fundargerðin er opin fyrir umræðu. Það í lagi með fundarboðið sjálft, þá bara þessi tiltekna fundargerð opnaðist ekki. En já, einhver sem óskar eftir að taka til máls þá fundargerð. Svo tel ég ekki vera og þá göngum við til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest fundargerð 651. fundar bæjarráðs að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Og þá það 3. mál á dagskrá sem fundargerð 250. fundar umhverfisnefndar sem framfór 10. desember síðastliðinn. Þar voru 5 mál á dagskrá og hér ætla forseti sjálfur að gefa sjálfum sér orðið og bið fyrsta varaforseta að koma og taka sæti. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hér upp undir máli 3.2 sem eigendasamkomulag Sorpu meðhöndlun úrgangs í Álfsnesi. Ég ætla nú að reyna að hafa ekki mjög langt mál þetta en vil aðeins koma hér inn á þetta mál. En á 835. fundi bæjarstjórnar þann 27. september 2023 þá var samþykktur viðauki við eigendasamkomulag Sorpu sem snýr að meðhöndlun á úrgangi í Álfsnesi. En í tengslum við þá samþykkt var að frumkvæði Mosfellsbæjar mynduð verkefnastjórn með fulltrúum frá Mosfellsbæ, stjórn SSH og Sorpu ásamt verkefnastjóra til að halda utan fundadagskrá og framvindu verkefna. En bæjarráð Mosfellsbæjar lagði áherslu á það að það yrði farið fram á við verkefnastjórn að hún myndi skila framvinduskýrslu til eigenda 2 á ári. En fyrsta framvinduskýrslan var svo kynnt þann 15. febrúar 2024 á fundi bæjarráðs og auk þessara framvinduskýrsla þá hefur umhverfisnefnd líka fengið síðan til sín fundagerðir verkefnastjórnarinnar og ég vil bara lýsa yfir ánægju með vinnu þessara verkefnastjórnar fram til þessa og umhverfisnefnd hefur verið virk í að gera bókanir og óska eftir frekari upplýsingum ef svo ber undir. Mig langar aðeins að renna yfir það og umhverfisnefnd lýsti til að mynda yfir við 4. funda þegar kynnt var fundagerð 4. fundar verkefnastjórnarinnar að þá lýstu umhverfisnefnd yfir ánægju með vinnu Sorpu við minnkun á urðun úrgangs. En það var jafnframt lögð áhersla á mikilvægi þess að þessi vinna yrði virk og yrði haldið áfram. Og svo á við næstu fundagerð sem kom þá óskaði umhverfisnefnd eftir frekari upplýsingum frá Sorpu magntölur. Þannig að lesa mætti betur í úrgangsflokkana og hver þróunin hefði verið. Og þau gögn bárust síðan með síðustu fundagerð sem kynnt var fyrir nefndinni. Og það var mjög ánægjulegt að sjá að þetta allt að færast til betri vegar þó að og verið að fara að öllu leyti eftir þeim lagaákvæðum sem í gildi móttöku. En í haust, man ég ekki nákvæmlega hvenær það gerðist síðast að þá kom upp talsverð lyktamengun hér í bænum og
heyrðum við af fólki víðar en bara í Leirvogstungunni sem að finnur nú oft hvað mest fyrir þessari mengun, en það fannst í mun fleiri hverfum og kom í ljós að sú lykt orsakaðist af opnun þess að það var verið að opna nýja holu til að beisla metan, en ef ég man þetta rétt þá gekk eitthvað illa að koma á réttum tengingum, þannig að lyktin lag of lengi út áður en hún komst í þær lagnir sem eru settar þar yfir. Og þetta getur alltaf gerst þegar við erum að opna nýjar holur, og þegar svo þá nú yfirleitt búið að plana það og ákveða dagsetningu og annað, og umhverfisnefnd sem fól umhverfissviði að bara þess að leit við Sorpu, að þegar að svona lægi fyrir að þá yrðu íbúar upplýstir að þetta stæði til, þannig að ef vindátt yrði svo óhagstæð þegar það kæmi, að þá væri fólk þó allavega undir það búið, og það hefur verið tekið vel í þetta hjá Sorpu. Og svo vil ég bara líka ítreka og minna bæjarbúa og bæjarfulltrúa líka á að það algengilegt tilkynningaform á heimasíðu Mosfellsbæjar, hlekkur á forsíðunni þar sem hægt að tilkynna lyktarmengun, og mjög mikilvægt að bara ef þið heyrið af fólki eða finnið sjálf eða verðið vör við umræðu, að leggja áherslu á það við íbúa og alla þá sem verða varir við þessa lykt, að þetta form sé notað svo að það sé hægt að koma upplýsingunum á rétta staði, því að því miður þá það ágjörningur að ætla að elta uppi umræðu eingöngu á samfélagsmiðlum slíkt, og þetta verður bara að fara rétta leið svo að hægt sé að halda utanum og líka bara kortleggja hversu oft þetta gerist og annað slíkt. En já, ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna og vona að þetta hafi nú verið svona þokkalega skiljanlegt. Takk fyrir. Takk fyrir. Þetta eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir lið 3.2. Svo lítur forsetaræðum þann lið sé lokið, en aðrir liðir fundargerðarinnar eru opnir til umræðu. Einhverjir óska eftir að taka til máls aðra undir þessari fundargerð. Svo virðist ekki vera heldur. Þá lokið umræðu þessa fundargerð umhverfisnefndar og að gefa til kynna ef þau geta samþykkt framlagða fundargerð umhverfisnefndar. Hún samþykkt með viðstöddum atkvæðum sem að kaupa 11. Þakka fyrir mig. Takk fyrir, varaforseti. Þá erum við komin að 4. máli á dagskrá þessa fundar. Og varaforseti stala mér vatninu. Verðinni bara góðu. En þá það 4. mál á dagskrá sem fundargerð 25. fundar velferðarnefndar. Sá fundur fór fram 10. desember síðastliðinn og þar voru 7 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Og enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð. Þá tökum við hana til afgreiðslu og ég bið þá bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 25. fundar velferðarnefndar að gefa merki. Það eru allar 11 hendur samþykkt samhljóða. Takk fyrir. 5. dagskrármál fundargerð 622. fundar skipulagsnefndar og sá fundur fór fram 13. desember síðastliðinn og þar voru 12 mál á dagskrá sýnist mér og fundargerðin opin fyrir umræðu. Og enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð
og við tökum hana þá til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem að geta staðfest fundargerð 622. fundar skipulagsnefndar að gefa merki. Það eru 11 hendur samþykkt samhljóða. Takk fyrir. Þá það 7. dagskrármál, fundargerð 285. fundar íþrótta- og tómstundanefndar. Sá fundur fór fram 17. desember síðastliðinn. Þar voru 2 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Ég kem myndi máli 6.2, það ekki, Reykjavik, þetta ratleikur mynd. Þetta mál sem hefur verið mér mjög hugleikið og okkur í B-lista svona sérstaklega kannski. Það sem við höfum haft ratleik uppsettan í Reykjavík í talsverðan tíma og kannski komið tími á að svona kannski endurvekja það og svona mögulega þá kannski með því að breyta eins til. Þannig að við lögðum til að þetta tekið til skoðunar og nú hefur við rætt við forsprakka þess ratleiks ásamt verið að kanna með aðkomu FMOS sem mér finnst bara mjög spennandi og besta mál að búa til verkefni fyrir þau sem ég bind bara og við ættum að binda mikla vonir við og vonandi kemur eitthvað skemmt út úr því. En það sem kannski svona fyrst og fremst að vaki fyrir okkur þarna að við séum þarna að búa til svona skemmtilega svona útiveru möguleika fyrir fjölskyldur kannski sérstaklega en bara alla íbúa náttúrulega og fyrirmyndin þarna ratleikur sem hefur verið við lýði í Hafnarfirði síðan 2007 að mig minnir og hefur það bara vaxið og notið mikilla vinsælda alveg frá upphafi. Þannig við vildum svona endilega nýta okkar fallega umhverfi og náttúru og svona útivista möguleika í einmitt að svona draga fólk út með þessum hætti og á svona öðrum. Þannig ég held að þetta geti orðið bara mjög svona skemmtileg viðbót við það sem í boði og vonandi kemur eitthvað gott út úr þessu og við getum þá vonandi kynnt þetta á vorum mánuðum. Þannig já, bara spennandi verkefni. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjórn, gleðilegt nýtt ár. Takk fyrir það gamla. Ég kem undir máli númer 6.1, Íþróttafólk Mosfellsbæjar. Bara rétt að minna á það að á morgun verður valið Íþróttafólk ársins 2024. Íþróttatómstundanefnd stóð frammi fyrir vali og ásamt íbúum og bara að minna á það að á morgun í Hlégarði klukkan 5 verður valið. Það voru 10 konur og 10 kallar sem var valið þannig að þetta var erfitt eins og alltaf, en bara minna á það að þetta á morgun klukkan 5. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera og þá þessi fundargerð fullrædd og við tökum hana til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 285. fundar íþrótta- og tómstundanefndar að gefa merki. Það eru allar 11 hendur samþykkt samhljóða. Takk fyrir. Og 7. dagskrármál þá fundargerð 287. fundar íþrótta- og tómstundanefndar sem framfór í gær þann 7. janúar og þar voru 3 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu.
enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og við tökum þá fundargerðina til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 287. fundar íþrótta- og tómstundanefndar og gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Takk fyrir. Þá höfum við lokið afgreiðslu þeirra fundargerða sem þess krefjast og erum komin að 8. máli á dagskrá fundarins sem fundargerð 267. fundar stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Fundurinn fór fram 18. október 2024, fór fram í fyrra eins og svo sem aðri fundir sem hafa verið hér á dagskrá. En á þeim dagskrá þess fundar voru 5 mál og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 9. mál á dagskrá fundargerð 267. fundar stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins frá því 22. nóvember síðastliðinn. Þar voru 6 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. Þá 10. mál á dagskrá fundargerð 508. fundar stjórnar Sorpu. Sá fundur fór fram 7. nóvember síðastliðinn og þar voru 7 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Aldís gjörðu svo Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kem hérna upp undir þessari fundargerð, fundarstjórnar Sorpu nr. 508. Mér langaði til þess að vekja máls á mál nr. 2, málefni endurvinnslustöðva, skil vinnuhóps framtíðarskipulag endurvinnslustöðva og að þetta bara dálítið svona umfangsmikil og góð skýrsla sem búið að vinna þarna fyrir Sorpu og hefur svona, þetta hefur verið til umfjöllunar varðandi endurvinnslustöðvarnar þar sem það eru breytingar framundan. Það eins og þið vitið verður lokað á Dalvegi og Sævarhöfða og svo búið að fjalla þessa uppbyggingu þessara nýju stöðvar á Lambavegi og allar þessar tilfæringar og breytingar hafa svona svolítið kallað á bara endurskoðun á þessu neti endurvinnslustöðva á höfuðborgarsvæðinu. Það gegna náttúrulega gríðarlega miklu hlutverki og sem dæmi það þá minnir mig að hvert heimili fari að meðaltali 10 sinnum á endurvinnslustöð á ári. Það bara dálítið oft. Það taka við 60% af öllum úrgangi frá heimilum. Og þannig að þarna eru settar fram 4 sviðsmyndir og sem eru alla vegana. Það sett fram sviðsmynd 6 stórar stöðvar á höfuðborgarsvæðinu, 4 stórar stöðvar, 4 stórar og 2 litlar eða 4 stórar og 4 litlar. Og þarna svona verið að reikna út frá íbúafjölda, fjölda heimsókna og svona hvað okkur finnst rétt og eðlilegt að fólk sé lengi að fara á sína næstu endurvinnslustöð. Og þessi skýrsla var lögð fram á þessum fundi en stjórnin gerir svo ráð fyrir því að leggja fram sína svona tillögu núna bara á næstunni hvað hún mælir með að gera. Og það áhugaverðar upplýsingar þarna meðal annars umferðina og það sem hvað fólk fer oft til dæmis að Blíðubakka sem svona okkar næsta stöð og þannig að ég bara mæli með því að bæjarfulltrúar kynni sér þetta sem ég áhugavert efni. Takk fyrir það bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Eða fundargerðina þá að öðru leyti.
Svo tel ég ekki vera og fundargerðin lögð fram. Þá það 11. mál á dagskrá sem fundargerð 509. fundarstjórnar Sorpu frá 4. desember síðastliðnum. Þar voru 7 mál á dagskrá, fundargerðin opin fyrir umræðu, bæjarfulltrúi Aldís gjörðu svo vel. Ætlaði bara örstutt að nefna mál 4 í þessari fundargerð. Það málefni urðunarstaðarins af því að eins og þið vitið og forseti og formaður umhverfisnefndar nefndi áðan, þá náttúrulega málefni urðunarstaðarins í Álfsnesi mikið verið ræddur hér á síðustu árum og núna virðist vera loksins komnar forsendur fyrir því að hætta urðun alfarið í Álfsnesi og fara í samstarf við önnur sorpsamlög urðun. Og það þarna minnisblað frá framkvæmdastjóra Sorpu sem leiðir þetta svona aðeins út og nefnir nokkra staði og nokkur sorpsamlög og mér finnst þetta bara vera mikill áfangi í þessari umræðu allir saman fyrir okkur Mosfellinga. Þannig að bara vekja athygli á þessu. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera eða aðra liði þessara fundargerðar. Svo tel ég ekki vera og fundargerðin lögð fram. Þá það 12. mál á dagskrá sem fundargerð 400. fundarstjórnar Strætó sem framfór 13. nóvember síðastliðinn. Þar voru 8 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. Þá það 13. mál á dagskrá sem fundargerð 959. fundarstjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Sá fundur fór fram 29. nóvember síðastliðinn. Þar var 1 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. Þá hér mál sem forseti kynnti í upphafi að myndi falla út á dagskrá í dag vegna þar sem gögn ekki skila sér. Þannig að það þá næsta mál á dagskrá sem þá færist, nú ég fórst ekki alveg með á reynu, breytist dagskrárröðunin eða heldur hún sér. Það þá 14. mál á dagskrá fundargerð 29. fundar heilbrigðisnefndar. Það þá fundargerð heilbrigðisnefndar 29. fundar heilbrigðisnefndar sem framfór 2. desember síðastliðinn og þar voru 12 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. Og þá það 15. mál á dagskrá sem fundargerð 592. fundar stjórnar samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Sá fundur fór fram 2. desember síðastliðinn og þar voru 8 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 16. mál á dagskrá fundargerð 593. fundar stjórnar Sambands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Sá fundur fór fram 16. desember síðastliðinn. Þar voru 4 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 17. mál á dagskrá þá fundargerð 132. fundar svæðisskipulagsnefndar. Sá fundur fór fram 7. desember síðastliðinn og þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram.
Ekki eru fleiri mál á dagskrá þessa fundar. Ég þakka fyrir fundin. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fer fram miðvikudaginn 22. janúar næstkomandi klukkan 16:30 til fundarins verður boðað með dagskrá. Ég segi fundi slitið klukkan 17:06.